Sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Ég ætla hérna aftur að, við erum konur í rallið og ég ætla að sjá hvort að línan virki. Það eitthvað smá tæknilega öruleikar hjá mér. Ertu þarna Baldur? Já, ég. Já, sæll vertu, ég held að ég hefði mistið út. Það rallið, sjálfur rallykongurinn Baldur Hallsson komin á línuna. Heill og sæll vinnur. Já, sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Ég svona að reyna að ná mig kvefinu, sko. Reyna að vera orðin strækur fyrir næstu helgi. Já, herru, það nú vantar ekki upp á veisluna sem næstu helgi, fyrir aksturs íþrótta áhuga menn. Nei, þetta hljómar allt saman mjög vel, sko. Þetta spennandi. Ég hef aldrei verið hérna áður og þetta bara áskorur, verður ábyggilega mjög gaman. Já, næsta rall fyrir hlustanda sem veit ekki hvað það bara núna á Hólmavík. Já, það Hólmavíkur rall og tengist þarna Hamingudögum á Hólmavík sem mjög skemmtilegt. Það ekki ný leið sem hefur nú ekki verið fara held ég áður eða ekki svo ég muni eftir þarna við Drangsnes. Já. Og svo Tröldungaheiði. Þannig að þú ert að fara svona út í hálfgerð óvissu núna? Já, þetta svolítið óvissuferð hjá okkur og svona hálfgerð skeptisk hjá okkur parinu því að við erum nú ekkert verið að keyra mikið saman. Þetta svona við erum búin að leggja af stað í 3 keppnir. Já, nákvæmlega. Fyrir hlustandar sem kannski ekki veit, þá ert þú og kærastæðin þið eru að keyra saman eða ekki í rallinu? Jú, nákvæmlega. Já, hvenær byrjuðu þið að keppa saman? Við byrjuðum að pröfa þetta þessi fyrra, fórum í 2 keppnir í fyrra. Gekk nú ekki sérstaklega vel við, lentum í miklum bílum, við duttum út bara fyrstu leið í Skagafirði í fyrra. Og náðu nú að svona drösla bílum svona einhvern veginn saman þannig að við gáttum verið með á laugardeginum og klára þannig en ekkert með sérstökum árangri þar sem við fengum mikla refsingar. Já. Og eins var það svo í næsta rally sem var Alþjóðarallið í Reykjavík. Það duttum við út á annarri leið. Já. En og vegna bílanum sem svona bara óvænt bílum sem átti kannski ekkert að geta og við náðum að koma inn daginn aftur og bara til þess að detta út aftur þá. Já, en þetta sport náttúrulega býður upp á svo mikið að segir sér sjálft, ein bilun og þá svo svaka, það þarf svo lítið til þess að fara út af. Það þarf svo lítið til, já. Þetta var sérstaklega, ég var nú búin að hafa fagnað því láni, ég hafði síðan ég byrjaði með ferð og þá náði ég að keyra þessi 300 sérlegir á þess að detta út. Já. Svo kom svona skellur í fyrra. Nákvæmlega, en eins og maður segir kannski, það bara fallið far heillið það ekki? Jú, svo fórum það staði núna í voru fyrstu keppni og gekk alveg fokkalega. Já, þið enduðu það ekki, þið voru í öðru sæti? Jú, við endum í öðru sæti. Já. Og við erum bara sátt með það, við vorum svona, okkur gekk nú ekki sérstaklega vel þarna, okkur gekk vel á föstudeginu og vorum fyrst eftir föstudag. Og sem þýddi það að við fórum fyrst af stað á laugardagsmorgni sem þá var ekki Vigdísarvallaveg að Djúpátt eins og við köllum þar á laugardir. Okkur hendi svolítið fyrir það að vera fyrst því að það voru djúpi pollar. Já. Og við þurftum svona að ausa pollana fyrir hinna Já. Töpuðum svolítið miklu tíma og vorum svolítið ekki kannski alveg komið með stemmingunum líka á fyrstu leið og töpuðum alltaf miklu tíma á fyrstu leið. En eftir það gekk bara fínt og við kláruðum rallið með sóma og eins og ég segja endið með öðru sæti. En keppnin í ár, það virðist allan svona með hvernig fyrsta keppnin fór fram að það virðist vera ágætis skráning í sumar í rallið. Já, það mjög ánægilegt hvað mikið hvað bara, það vístur aukin áhugi og meiri nýlið en svona heldur maður kannski hefði geta ímyndað sér. Og svolítið ánægilegt líka að það svona vakning með það eru fleiri konur. Já. Og það kannski eitthvað tekist í að það er svolítið átak í gangi núna meðal hans hjá alheimssamtökunum FÍA að það er átak sem heitir Women in Motorsport, það er í gangi og kannski smittar það alveg hingað. Það er einmitt það verkefnið hérna í gangi í Íslandi líka. Já, nákvæmlega. En segjum sér dæmi ef maður á að skrá sig til leiks, hvort á maður að láta konuna keyra eða má maður sjálfur að segja til? Þetta verður þið náttúrulega að semja Já. Hvernig, hvor teysir sér betur í það hefur. Ég reyndar voðalega fegin að vera ökumannsmegin Ég myndi ekki treysta mér í þetta sem konur að gera. Mér finnst það eiginlega að vera bara allt og erfitt Já.
að vera kóari, sko. Ég ætti mjög erfitt með það. Nei, nákvæmlega. Það er mjög vanmetið verkefni í rally að gera það vel. Það er hún er að allar koma til að verða bara fín í þessu, sko. Við eigum reyndar eftir að æfa okkur meira, það er alveg ljóst. Ja. En fyrir áhugamenn, það er til dæmis, þið vitið í rauninni ekkert alveg 100% sá sem situr í framsætinu, hann má alls ekki klikka, hann er að segja alveg nákvæmlega hvernig út að taka hverja beygju og svo framvegis eða ekki? Jú, þetta gengur svolítið út að við keyrum leiðina rólega, áður eins og núna þá höfum við tækið við til sendi daginn fyrir rallið að fara þessar leiðir rólega bara í umferðarhraða og skrifa svo kallar nótur, þá lýsum við bara leiðinni framöndan, við mælum kannski sirka vegalengdir og svona beygjónum og blindhæðum sem eru framöndan, hvernig við ætlum að keyra þeim. Ef það er blindhæð framöndan þá er mjög mikilvægt að við vita hvort við getum farið beint í þeim eða hvort við þurfum að beygja á hæðinni, hægri eða vinstri. Og svo gefum við beygjónum númer eftir hvað eru kapar. Þetta var kóvarinn allt saman að tyggja á jökumannin. Já, nákvæmlega. Á ofta miklu hraða. Já. Og það er mjög slæmt ef að kóvarinn segir hægri en meinti vinstri. Já, þannig að þá held ég að þetta sé orðið nokkuð örugt að ég muni keyra ef ég fari með konunum minni, því ég held að hún vilji ekkert hlusta á mig. Nei, nákvæmlega. Ekki nema við höfum þetta akkurat öfugt svona. Já. Nákvæmlega. En þú varst að tala um nýliðun, nú eru fullt að það ekki nýjum keppendum konir inn í þetta? Jú, það eru nýja andlit sem ég er að sjá á þessu ári. Það er mjög ánægilegt, sko. Það er 21 áhafnskráð í fyrsta rally, sem er bara óvenju mikið. Og ég held að sé 17 sem eru skráðir í Hólmavík. Já. Það voru 10 þar í fyrra. Já. Þetta lofa mjög góð. Og svo náttúrulega vonaðist ég til að sjá ennþá fleiri í Skagafirði sem er næsta ráð þar á eftir. En eftir svona rall á bíl, þá er það ekki, það fer ansi mikil tíminn í bílinn. Þú þarf náttúrulega að treysta svolítið á bílinnum sjálfum við það ekki líka? Jú, í bílinn náttúrulega, við þurfum að treysta á að hann sé í lagi. Já. Og eins og þú segir, eftir rall þá þarf náttúrulega að taka bílinnum, byrja að drífa hann og fara yfir alla hluti. Þannig að það er ekkert... Það þarf að rífa þetta meira minni sundur og skoða allt og ganga skuggum að sé í lagi. Já, þannig að það er ekkert farið beint að sofa alltaf bara út eftir mótin? Nei, þetta tekur, sko, ef þú ætlar að taka rally seasonu yfir 5 keppnis og ef þú ætlar að taka þetta alvöru, að það fer alveg sumar í þetta. Helgarnar sem þú ert ekki að skoða leiðir eða hreinlega að keppa, þá ertu að vinna í bílum. Það er bara þannig. Ef þú ert ekki með hreinlega professional liði kringu þig, þá ertu í þessu sjálfu eins og ég er að gera þetta. Það mikið. Ég er reynda með frábæra servicemenn sem að fylgja mér í keppnum. Þeirra starfur eru aldrei fulltækta, sko. Já. Og en þar þess á milli hef ég verið svona að dytta að bílum sjálfur. Það er bara hellingsvinna. En það eru kannski ekki allir Íslendingar sem er búin að átta sig á því að við erum eitt keppenda sem er alltaf að keppa líka erlendis. Hún Ásta Sigurðardóttir, hún er það ekki að ná alveg ótrúlegum árangri erlendis líka? Jú, þau systkin, Ásta og Daniel. Þau náttúrulega eru Íslandsmeistarar. Já. Og tóku Íslandsmeistaratitil í fyrra. Og þau eru svo áhörn á Ísland sem hefur bara sýnt að þau eru með langmesta hraðan hér á Íslandi og það er bara erfitt að komast með tæknum það sem þau hafa hælana. Ásta er búin að ná rosalega miklum árangur sem aðstoðarökumaður. Það er alveg ununa að hlusta á það sem framfyrir í bílunum hjá þeim sískinum og aksturinn hjá Danna er stórkostlegur. Ég fekk að sjá svo kallið ynga frá þeim það sem þau voru að keppa í Finnlandi núna fyrir stuttu. Það er bara stórkostlegt að sjá þetta. Þau eru mjög flink og frábærlega samhæft og bara mjög gaman að horfa á það sem þau voru að gera. En aðstæður fyrir rally á Íslandi, þær eru náttúrulega það ekki bara nokkuð góðar en það er kannski mesti gallin, það er gett allir sem hafa kannski vegi að því eða aðstæður til þess að fara að æfa sig í rally. Það er ekki vel séð að menn sé þessa æfingar hjá mönnu, sko. Ef það er það eru ekkert vel séðar alls það, sko. Nei. Og
það er alveg rétt hjá þér og það væri svo hugsandi að koma upp einhvers staðar æfingarsvæði. Menn eru kannski þá frekast að stelast til þess að æfa sig. Já. Það er náttúrulega ekkert vel síðan sko ef það er, en hérna, það er alveg rétt. Ég hef til dæmis ekki haft mikil tækifæri til þess að gera það hér fyrir norðan. Þannig að þetta er svona, það er svolítið erfitt að vera að bræfa sig í keppnum. Já, nákvæmlega. Það er alveg rétt, það væri virkilega gott ef það er hægt að koma fengstæðu góður æfingarnir. Það væri alveg frumskilið ef að menn alltaf ná áranglega geta FC og milli geta. Þú ert búin að vera í sportinu í hvað lengi? Ég byrjaði að pröfa þetta 2010. Þá fór ég 2 keppnir þarna og hérna, það voru eina systkinir sem vorum að ræða, Daniel og Ásta sem var svona hjálpið mér aðeins í að byrja þetta. Ég hafði nú verið hérna viðlóðandi sporti mikið lengur og þekkti nú mikið til í þessu því að ég hafði verið hérna formaði bílapúr Skagafjarðar og var búin að vera keppistjóri hérna í Skagafjarðarrally mörg ára undan. Og þarna þegar þarna hefur komið 2010 það langaði mér bara rosa til þess að bara ef ekki, mér hafði náttúrulega alltaf dreymt þetta og þarna var komið tímapunktur að ef ekki núna þá bara aldrei, þannig ég sló til þegar að hérna ástæðu til að selja bílinn sinn sem hún hafi smíðað sem non-turbóbíl. Ég ákvað að skella mér á hann og hérna endaði mér að keypta hann. og hérna og hef eiginlega verið í þessu síðan nema í fyrra þá tók ég mér svona smá pásu og við fórum bara í þessu hérna 2 keppni í fyrra. Já, þú hefur nú fengið frákvæðsenginni frá því. Já, það tók sér upp mikil bakteri hérna í vor og við vorum svo sem ekkert, ég var ekkert ákveðið hvað ég myndi gera. Þetta var grasseraði mjög hérna einhver vírus í mig hérna í vor og við hérna ákveðum að slá til og vera með allavega. Núna, þessar fyrstu 3 keppnir alveg örugt að vera hólmæg núna og sjálfsögðu Skagafirði. Já, nákvæmlega. Sjáum við bara til hvernig gengur. En vinsælasti bíllinn er ánefa Subaru Impreza hérna á Íslandi í rallinu núna í dag allána, en... Já, það eru flestir á Subaru í dag, á Imprezu, og hérna, það eru nokkrir Mitsubishi Evolution líka, en Subaru hefur yfir bara vinsældu sérstaklega í non-turbo. Nei, nákvæmlega. Þeir henta mjög vel í þetta og ég er búin að, það er svolítið gaman að ég hérna, í síðustu keppni að ég er búin að eiga sérstaklega til 3. bílinn minn sem ég og það er allt Subaru. Og þeir voru allir með í síðustu keppni og ég held að þeir fyrsti bílinn sem ég átti og bílinn sem ég smíði þar eftir og svo þessi sem ég er núna, ég held að við séum allir að mæta í næstu keppni líka. Já, þannig að það er ekki verra. Já, það er bara gaman að því. Já, nákvæmlega. Þetta verður svona hálfgjörn bönnmanns eða ekki þessi bílar? Jú, það verður þannig sko. Já. Og mér þykir mjög vænt þetta. Já. En keppnin hefst næstu helgi og þetta er hátíð sem væri gaman að skella sér á. Hún er haldin í Hólmavík, heitir hvað, Hamingjudagarnir? Hamingjudagar Hólmavík heitir þetta. Og þið byrjið hvað, að keppa á laugardeginum eða? Já, það er ræs á laugardagsmorgni. Og samkvæmt tímamastur sem er gefin út sem að fyrirliggur núna, þá að byrja þarna á leið sem er kallur Kaldarnanes. Hún er keyrt 3 svar. Og ein ferð svo hérna Tröllatunguheiði fyrir hádegi, svo er hádegislé og þá er brunnaðinn á Hólmavík og það verður viðgerðarlé. Þannig að það er svona hluti á dagskránni á Hamingjudögum og fólk getur komið fyrst með þegar menn koma hérna með bílana eitthvað svona úr sig gengna að reyna að redda. Og eftir hádegi svo farið og held ég 2 eða 3 hérna Tröllatunguheiðina. Og endamarkið verður svo skilst mér á Hamingjudögum hérna einhver serimóni á Hólmavík. Að gera skella sig þangað, það verður gaman að fylgjast með. Já, ég svo ballum kvöldið og allir skemmta sér og það var gaman bara. Og þið verður klár í þetta? Við sjáum ekki fram á hana, við náum þessu bara, við stefnum alveg galvið sko það. Já, þeir eru búin að tala við bílinn það ekki bila? Já, það er búið að klappa honum duglega. Og hérna, þess að reynda koma bara vel undan síðustu keppni. Ég get ekki hvart þetta því, það var ekki stórkostlega mikið sem þetta gera. Það voru hérna, pollarnir reyna fóru vest með hann.
Baldur Hansson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Við ætlum að fara að skella okkur yfir í körfuboltan. Það er formaður Körfuboltasambandsins. Það er nú heldur betur rally kall þar? Já, ég man vel eftir honum, hann keppti hérna, ég man eftir að hafa ræst af stað hérna í Skagafjörður rally. Já, og hann er... Bræðuras, það var verið viðlóðandi rally mjög mikið. Já, og þannig að þeir kunna að keyra? Já, algjörlega. Já, algjörlega. Bestu, þakki fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Takk sem leið. Takk fyrir, takk. Bless. Já, Baldur Haraldsson, það er hægt að fylgjast öllu með, náttúrulega, það er rally áhugamenn, til dæmis Facebook síða inn á Facebook, rally áhugamenn, og það er svona fyrir þá sem að hafa áhuga að fylgjast með og að gera að skella sér í Hólmavík. Gaman að sjá hvað eru komið margir keppendur núna í ár, nýlegar og fleira til. En við ætlum að fara næst í körfuknattleikin. Það er Hannes Sigurbjörn Jónsson, formaður Körfuknattssamband Íslands. Fyrst er það, sem á vel við í rallið, það sem á ekki að stöðva bílana með Queen. Tonight I'm gonna have myself